Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir í bækurnar. Þegar þann 4. september síðastliðinn kom út glæsileg bók Sjávarplássið Dalvík og hingað til mín eru komin höfundur bókarinnar Jóhann Antonsson og Svanfríður Jónasdóttir. Verið hjartalega velkomin bæði tvö. Takk. Þetta er stórglæsileg bók og mikil saga. Dalvík náttúrulega landsfrægt sjávarpláss og fyrsta spurningin hlýtur bara að vera hvernig kom það til að þú réðst í það að skrifa þessa miklu bók, Jóhann? Ja, það er nú saga út af fyrir sig að 1977 þá var stofnað héraðsfréttablaðið á Dalvík og í Svarfaðardal og í Svarfaðardal, já það er nú aðeinslega Svarfaðardals og Norðurslóð. Ég var einn af 3 útgáfugefendum og ritstjórum. Já. Og það kom í minn hlut aldrei að skrifa sjávarútvega því ég starfaði það mikið í sjávarútvegi líka. Einmitt. Og var framkvæmdastjóri félaga þar og það kom að sjálfum sér að ég skrifaði sjávarútveg. Þannig að þú snemma farið í rauninni að leggja grunninn að þessari bók. Já, það var nú kannski ekki svona alveg markvisst verið að skrifa bók. Nei. Var verið að skrifa greinar og rifja upp söguna. Þessu til viðbótar þá hef ég séð skrif í Fiskidagsblaðið. Já. Sérstaklega þá efni sem að snerti þá sem hafa verið heiðraðir á fiskidaginn. Mm-hmm. Og svo var þetta orðið býsna mikið efni allt saman og sögulegt og mér var bent á að ég ætti nú bara að skrifa þetta sem bók. Já, gera þessu skil í bók. Já, eitt skipti. Og það er sem sagt orðið og það voru til náttúrulega bæði gamlar og nýrri ljósmyndir. Já. Sem að prýða bókina. Hún er ríkulega myndskreytt. Já. Og svo til viðbótar því þá voru til svona sagnir eða gamall maður Valdimar Snævar Sálmaskáld á Völlum í Svarfaðardal. Já. Hann hafði tekið nokkuð viðtöl fyrir jóladag dags hér á Akureyri og þau viðtöl eru að hluta til í bókinni. Í bókinni líka, já. Það er mjög skemmtilegar svona heimildir fyrri tíma. Þannig að komið inn á ýmislegt og á köflum þá er þetta náttúrulega bara eins og spennusaga, teygir sig bara út á alþjóðagrundvöll meira að segja. Já. Við kannski segjum mér svolítið frá því, það er hann alþjóðadeilur sem spila stóra rullu. Við vorum nú með, eins og var kallað í pólska stríðshetju á Dalvík. Já, það er náttúrulega margir sem þekkja því hefur gert skil í frægu hlaðvarpi og Flósi gerði þessu skil. Þorgeirsson, já. Og undir heitinu pólska stríðshetjan á Dalvík. Já, og fyrir þá sem ekki þekkja, hvernig var það? Það var mikið stór togari. Pólskur. Pólskbyggður. Já. Sem Aðalsteinn Loftsson átti og hét Baldur. Svo ég tengi þetta nú aðeins við mig. Já, auðvitað. Að þá fekk Aðalsteinn viktist þegar togari var að koma og hann fekk mig til að fara út og sækja gripinn. Já. Eða ekki til að stýra heldur til að leysa úr ef eitthvað kemur upp á. Já. Og þannig að ég kynntist þessu Pólverja býsna vel. Já. Og þetta, og svo er þannig
eitthvað sem tengist norsku. Já, en Baldur sko, ef ég má grípa inn í já, sko, af því að hérna með hérna þessa pólsku stríðshetju, Baldur verður náttúrulega stríðshetja af því að ríkið kaupir þetta skip og ætlar að nota það sem rannsóknarskip, en svo lendur við í þorskastríði og þá Baldur settur í þorskastríð og passar svona ljómandi vel inn nafnið og allt saman sko, einn af guðunum. Og Baldur verður svona magnaður í þorskastríðinu vegna þess að hann með skut og hann þurfti ekki annað en bara að slengja sér utan í bresku freigáturnar og þá var hann búinn að rífa gatfaðir. Og þær... Snúa raskatinn í freigáturnar. Og hann var kallaður sko dósaopnarinn á miðunum sko og þeir lutu síst af öllu lenda í dósaopnarunum. Þannig að þetta var mikilvægt hlutverk sem hann spilaði hann í þorskastríði. Já, og hann að verja íslenska hagsmuni. Síðan önnur saga, Jóhann, það náttúrulega sagan af sko blika sem síðan að sækja í smuguna og þar Já, þar var barátta við normenn afla eða að fá að veiða í smugunni. Já. Og sem hann taldist nú norsk. Það var óljóst. Já, svona. Eins og við töluðum eins og Bretar töluðum viðinn hérna í kringum okkur. Já. En baráttan var sem sagt milli íslensku skipana og norsku að veiða í smugunni. Já. Og þá notuðu normenn dálítið mikið svona svipað tækni til að skera á tógvírana. Já. Eins og við notuðum á Bretana. Já. Klippur. Og strákarnir á Blika, þeir náðu hérna klippunum af norsku strandgæslunni þarna og þær klippur eru til ennþá á byggðasafninu á Dalvík. Þeir komu með það hingað og svo gaf Bliki klippurnar til að minnast þessar merku sögu. Já, einmitt. Það heldur betur fútt í þessu og farið í allar áttir og þessari merku sögu sjávarplássins Dalvík, bæði sjávarútvegar svo náttúrulega vinnslunar í landi og þessu er öllu gert skil í bókinni. Byrjar í rauninni á hákarlaútgerðinni. Bændur í Svarfaðardal voru umsvifamiklir hákarlaútgerðarmenn og gerðu út hákarlaskip á 19. öldinni. Já. Þannig að ungir sveinar og Svarfaðardal, þeir forfrömuðust á hákarlaskipum sko. Já, og fengu peninga og sáu peninga í fyrsta skipti og svona sko. Fóru víða landið og það til saga af því þegar einn þeirra sem voru í svona leiðangri kom í land og labbaði á milli bæja til þess að segja sögur og hitta fólk og hann var orðinn svo vesseraður í öðrum landslutum. Já, og kemur á einn bæinn og þegar hann labbar inn í eitthvað plássið þá lítur hann svona upp og sér mynd af stúlku og segir leið og hann horfir á hana: "Þessa þekki ég nú, þessa kannast ég við." "Nú," sögðu heimamenn. "Já, ég átti vingott við hana á Ísafirði." "Nú," þá var þetta mynd af Maríu Mey. Einmitt, já. Frábært, sko, og nú er stóra spurningi fyrir þá sem sitja heima og þyrstir í að kynna sér þessa merku sögu og lesa bókina. Hvar geta þær orðið sér úti eintak? Bara í bókabúðum. Bara bókabúðum, já. Það er bara svo einfalt. Já, við vitum ekki annað en að þetta sé komið í flestar bókabúðir. Já. Meðal annars hér á Akureyri og við vitum það, búið dreifinni allt land held ég. Frábært, þá bara hvetjum við alla eindreið til þess að næla sér í þetta glæsilega rit. Ég veit að við getum talað um þessa merku sögu í allan dag. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma henni í þáttinn til mín og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir.